Hæ, í þessu myndbandi ætlum við að tala um lyklaborðið. Lyklaborðið er eitt mikilvægasta tólið okkar í spjaldtölvunni. Í hvert skipti sem við heimsækjum vefsíðu, tölum við vini eða ættingja, eða erum að leita einhverju áhugaverða efni á Google, þá þurfum við að nota lyklaborðið til þess að stimpla inn textan. Í hvert skipti sem þið ýta á textabox kemur lyklaborðið upp. Lyklaborðið lítur einhvern veginn svona út og tekur yfirleitt yfir hálfan skjáinn. Við getum alltaf lokað lyklaborðinu með því að ýta einu sinni á öruna niður til hægri og þá lokast lyklaborðið. Ef við ýtum aftur inn á textasvæðið okkar, þá kemur það sjálfkrafa aftur upp. Lyklaborðið er mjög einfalt. Til þess að nota það, þá einfaldlega ýtum við á bókstafinn eða táknið sem við viljum stimpla inn og lyklaborðið stimplar það inn fyrir okkur. Ef við ýtum á þennan takka hérna niður til vinstri, þá breytum við lyklaborðinu frá því að stimpla inn bókstafi í það að stimpla inn tákn. Og hérna getum við stimplað inn ýmis tákn eins og til dæmis evru og dollarmerkið, sviga, slaufur, prósentumerki og svo framvegis. Við erum alltaf með tölustafan okkar efst uppi, þannig að við getum stimplað þá inn án þess að þurfa að skipta yfir í tákn. Til þess að búa til nýja línu, ýtum við á Enter-takkan stóra hægra megin og til þess að stroka út ýtum við á bakslána sem er takkin sem vísar aftur á bak. Lyklaborðið sér alltaf að skipta yfir í hástafi fyrir okkur í byrjun setningar. Ef við viljum breyta sjálf yfir í hástafi, þá getum við ýtt einu sinni á örunni sem vísar upp hægri eða vinstra megin til þess að stimpla inn einn hástaf eða tvisvar til þess að stimpla alltaf inn hástafi. Þetta voru helstu grunnatriði lyklaborðsins. Í næsta myndbandi ætlum við að sýna ykkur eitthvað af flóknu hlutunum sem að lyklaborðið getur gert.